Kæru bæjarfulltrúar, það mér sönn ánægja að fá að boða þennan fyrsta fund nýrra bæjarstjórnar sem númer 495 sem haldinn í stjórnsýsluhúsinu 2. júní árið 2022. Ég sem aldursforseti Arna Lára fekk þann heiður að boða þennan fund og vil ég bjóða nýja bæjarfulltrúa sérstaklega velkomin til starfa. Það virkilega ánægjulegt að sjá allt þetta nýja fólk og þá gömlu sem voru hér áður og ég hlakka mikið til samstarfsins. Og dagskráin í þó nokkru liðum og en fyrsta mál á dagskrá kosning forseta og varaforseta bæjarstjórnar fyrir næsta ár. En það kosið árlega, forseti kosin árlega ásamt bæjarráði, þannig að við byrjum á því að kjósa forseta og hér liggur fram tillaga að Sigríður Júlía Brynleifsdóttir verði fyrsti forseti bæjarstjórnar og fyrsti varaforseti verði Magnús Einar Magnússon og annar varaforseti verði Jóhann Birkir Helgason. Og ég ber þessa tillögu upp til atkvæða. Þá verður það rétt upp hendi ef þið eru sammála henni. Það kosið með 9 atkvæðum og enginn á móti. Þannig að nú vil ég færa nýjum forseta stjórn þessara fundar. Já, kæru bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég þakka traustið sem mér sýnt með því að koma hér og vera forseti. Þetta fyrsta skipti sem ég sest í sveitarstjórn eða bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar og ég mjög þakklát fyrir það og hlakka til næstu 4 ára að vinna með ykkur að góðum málum. Annar liður á dagskrá þessa fundar kosning í nefndir Ísafjarðarbæjar og stjórnir á vegum sveitarfélagsins. Ég legg það til að kosningin fari fram í einu lagi og óska eftir samþykki það frá ykkur. Við samþykk. Já, það allir samþykki því. Þá ætla ég að fara bara yfir tillöguna í heild sinni og þá hefst lesturinn. Bæjarráð Ísafjarðarbæjar, það eru þá Gylfi Ólafsson í-lista formaður, Nanný Arna Guðmundsdóttir í-lista varaformaður, Kristján Þór Kristjánsson B-lista aðalmaður og varamennirnir eru Magnús Einar Magnússon í-lista, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir í-lista og Elísabet Samúelsdóttir B-lista. Þá lagt til að Jóhann Birkir Helgason D-lista verði áheyrnarfulltrúi og Steinunn Guðný Einarsdóttir D-lista vara-áheyrnarfulltrúi. Fræðslunefnd, það Finney Rakel Árnadóttir í-lista formaður, Þórarinn Bjartur Breiðfjörð Gunnarsson í-lista varaformaður, Magnús Einar Magnússon í-lista aðalmaður, Steinunn Guðný Einarsdóttir D-lista aðalmaður, Elísabet Samúelsdóttir B-lista aðalmaður. Og varamennirnir eru þá Hálfdán Bjarki Hálfdánsson í-lista, Pétur Óli Þorvaldsson í-lista, Nanný Arna Guðmundsdóttir í-lista, Þóra Marí Arnórsdóttir D-lista og Elísabet Jónasdóttir B-lista. Í hafnarstjórn það þá Magnús Einar Magnússon í-lista formaður, Sigríður Gísladóttir í-lista varaformaður, Katrín Chambers í-lista aðalmaður, Jóhann Birkir Helgason D-lista aðalmaður og Sædís Ólöf Þórsdóttir B-lista aðalmaður. Varamennirnir eru Guðmundur Ólafsson í-lista, Matthildur Helgadóttir Jónudóttir í-lista, Ólafur Baldursson í-lista, Steinunn Guðný Einarsdóttir D-lista, Jóhann Bæring Gunnarsson B-lista, Íþrótt- og tómstundanefnd. Svo mikill lestur, ég verði eiginlega
Íþrótta- og tómstundanefnd. Hrafnhildur Hrönn Óðinsdóttir í-lista formaður, Jónína Eyja Þórðardóttir í-lista varaformaður, Wojciech Wielskos í-lista aðalmaður, Þorleifur Hallbjörn Ingólfsson D-lista aðalmaður og Þráinn Ágúst Arnaldsson B-lista aðalmaður. Og varamennirnir eru þá Sigurður Jón Hreinsson í-lista, Ólöf Dómhildur Jóhannsdóttir í-lista, Kristján Andri Guðjónsson í-lista, Þóra Mari Arnórsdóttir D-lista, Halldór Karl Valsson D-lista. Menningarmálanefnd er Ásgerður Þorleifsdóttir B-lista formaður, Inga María Guðmundsdóttir í-lista varaformaður, Einar Geir Jónasson í-lista aðalmaður. Og varamennirnir eru Anna Sigríður Ólafsdóttir í-lista, Pétur Óli Þorvaldsson í-lista og Elísabet Samúelsdóttir B-lista. Skipulags- og mannvirkjanefnd Sigríður Júlía Brynleifsdóttir í-lista formaður, Guðmundur Ólafsson í-lista varaformaður, Jóna Símonía Bjarnadóttir í-lista aðalmaður, Aðalsteinn Egill Traustason D-lista aðalmaður og Anton Helgi Guðjónsson B-lista aðalmaður. Og varamennirnir eru Þóri Guðmundsson í-lista, Hrafnhildur Hrönn Óðinsdóttir í-lista, Valur Richter í-lista, Steinunn Guðný Einarsdóttir D-lista og Kristján Þór Kristjánsson B-lista. Umhverfis- og framkvæmdanefnd Nanný Arna Guðmundsdóttir í-lista formaður, Þorbjörn Jóhannesson í-lista varaformaður, Valur Richter í-lista aðalmaður, Dagný Finnbjörnsdóttir D-lista aðalmaður, Bernharður Guðmundsson D-lista aðalmaður. Og varamennirnir eru Sigríður Júlía Brynleifsdóttir í-lista, Magnús Einar Magnússon í-lista, Katrín Timbers í-lista, Eyþór Bjarnason D-lista og Gauti Geirsson B-lista. Velferðarnefnd Þórir Guðmundsson í-lista formaður, Halldóra Björk Nordal í-lista varaformaður, Kristín Björk Jóhannsdóttir í-lista aðalmaður, Eyþór Bjarnason D-lista aðalmaður og Gerður Ágústa Sigmundsdóttir B-lista aðalmaður. Og varamenn í velferðarnefnd eru Auður Helga Ólafsdóttir í-lista, Hlynur Reynisson í-lista, Gauji Már Þorsteinsson í-lista, Dagný Finnbjörnsdóttir D-lista og Guðrún Steinþórsdóttir B-lista. Fjallskilanefnd Bernhard Guðmundsson B-lista formaður, Þorbjörn Jóhannesson í-lista aðalmaður, Helga Guðni Kristjánsdóttir D-lista aðalmaður og varamennir eru Kristján Jónsson í-lista, Kristján Þór Kristjánsson B-lista og Steinþór Bjarni Kristjánsson D-lista. Yfirkjörstjórn Kristín Þóra Henríksdóttir í-lista aðalmaður og Jóhanna Oddsdóttir B-lista aðalmaður, Óðinn Gestsson D-lista aðalmaður. Og varamenn í yfirkjörstjórn eru Anna Ragnheiður Grétarsdóttir frá í-lista, Kristján Óskar Ásvaldsson B-lista og Guðný Stefanía Stefánsdóttir D-lista. Barnaverndarnefnd Marta Kristín Pálmadóttir D-lista formaður, Matthildur Helgadóttir Jónudóttir í-lista varaformaður og Kristján Óskar Ásvaldsson B-lista aðalmaður. Og varamenn eru Magnús Þór Bjarnason í-lista, Katrín Þorkelsdóttir D-lista og Heba Dís Þrastadóttir B-lista. Byggðasamlag Vestfjarða málefni fatlaðs fólks. Þar er Arna Lára Jónsdóttir frá í-lista aðalmaður og Gylfi Ólafsson varamaður. Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga, Gylfi Ólafsson í-lista er aðalfulltrúi, Nanný Arna Guðmundsdóttir í-lista er varafulltrúi. Heyrðu, þá tökum við það út og það geymum skipan í fulltrúa Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga til næsta fundar.
Þá það fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands, það Bryndís Ósk Jónsdóttir aðalmaður, Edda María Hagalín varamaður, skólanefnd Tónlistarskóla Ísafjarðar, Þóra Hlín Gísladóttir aðalmaður og Guðmundur M. Kristjánsson varamaður og stjórn Minjasjóðs Önundarfjarðar Arna Lára Jónsdóttir aðalmaður og Jóna Simónía Bjarnadóttir aðalmaður. Þá þetta komið og þá orðið laust. Þá legg ég til að við kjósum þetta og vinsamlega skefið með merki að þið eru samþykk þessari tillögu sem hefur verið lögð fram. Og það allir sem samþykkja 9-0. Þá það næsta. Þriðji dagskrárliður, það eru lögð fram til kynningar greinargerð yfirkjörstjórnar Ísafjarðarbæjar samkvæmt 119. grein kosningalaga nr. 112/2021. Greinargerðin dagsett 17. maí 2022. Hún hérna lögð fram til kynningar. Orðið laust. Það hefur enginn kveðið sér ljós, þannig að hún bara lögð fram. Fjórða mál á dagskrá, það stefnuskrá meirihluta nýrrar bæjarstjórnar, lögð fram til kynningar frá fulltrúum í lista og Gylfi Ólafsson hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég ætla að aðeins að fylgja á hlaði þessari stefnuyfirlýsingu sem við leggjum hér fram. Hún undir yfirskriftinni uppbygging, traust og samvinna og að talsverðu leyti byggir á þeirri kosningaskrá sem við lögðum fram fyrir kosningar en reyndum að ydda hana aðeins og að hún gæti svo að væri hægt að framkvæma það sem í henni undir liðnum stjórnsýsla, íbúðalýðræði og fjármál þá stefnum við að því að gera úttekt á fjármálum sveitarfélagsins, setja okkur skýr fjárhagsleg markmið skuldahlutfall, launahlutfall og veltufjárfara rekstri, berjast fyrir því að auðlindagjöld sem skapast af fiskeldi renni til sveitarfélaga, halda reglulega íbúafundi í öllum byggðakjörnum og margt fleira. Við erum opin fyrir öllu samstarfi sveitarfélaga á svæðinu og hugmyndum sameiningu þeirra, en til þess svo megi verða þá þarf að vinna grunnvinnuna fyrst og það að skapa traust á milli sveitarfélagana og þeirra sem að starfa að þessum málum hér á svæðinu. Undir liðnum uppbygging húsnæði og skipulagsmál þá stefnum við að því að bæta verkferla og efla umhverfis- og eignasvið í samvinnu við starfsfólk þess, gera gæðahandbók og margt fleira, halda áfram að vinna með hjólastefnu Ísafjarðarbæjar, stuðla að því að vinna nýtt aðalskipulag og gera í kjölfari áætlunum með endurskoðun deiliskipulags og vinna markvisst eftir áætlunum viðhald mannvirkja og eigna Ísafjarðarbæjar. Undir liðnum atvinnumál og verðmætasköpun tölum við á almennum nótum að styðja þurfi við atvinnuuppbyggingu á svæðinu, að fiskeldi þurfi að vaxa áfram í Ísafjarðardjúpi, að vinna verði að því að fá opinbera stofnanir á svæðið og skapa störf án staðsetningar og vinna að sameiginlegum verkefnum kjálkans í gegnum sóknaráætlun og annað samstarf á vegum Vestfjarðastofu og samstarf sveitarfélagana. Undir liðnum umhverfismál þá gerum við ráð fyrir að fara þá stefnum við að því að gera hreinsunarátak á opnum svæðum, gera áætlun endurnýjun á frárennslislögnum í öllum byggðakjörnum sveitarfélagsins. Við þurfum að gera svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs í samvinnu við önnur sveitarfélög, setja okkur loftslagsstefnu og stefna því að þjóðgarður opni á sunnanverðu svæðinu að því marki sem að sunnanverðu Vestfjörðum, að því marki sem að það okkar verkefni eða í okkar valdi og við leggjum og bendum á að beinast líki við að þjónustumiðstöð Garðsins verði á Þingeyri. Undir fyrirsögninni velferðarmál og málefni eldri borgara þá stefnum við að því að þróa sveigjanlegar dagdvalir til að efla þjónustu við eldra fólk, að við eigum að standa saman í að veita fötluðu fólki góða þjónustu í samræmi við megináherslur samnings Sameinuðu þjóðanna
og vinna að aðgengismálum í víðum skilningi. Undir skóla- og menningarmálum þá teljum við að sé þörf á að styðja frekar við skólastjórnendur og kennara með faglegum stuðningi og kennsluráðgjöf, og þetta á við alla skóla sveitarfélagsins en sérstaklega þá smærri. Ný lög farsæld barna setja auknar kröfur á sveitarfélög sem við þurfum að standa undir. Við þurfum að móta menntastefnu fyrir Vestfirði í samvinnu við Vestfjarðastofu og önnur sveitarfélög og gera þarfagreiningu skólahúsnæði í sveitarfélaginu, sérstaklega með tillit til leikskólaplássa í Skutulsfirði. Það þarf að gera menningarsamning við ríkið og fylgja nýrri menningarstefnu sveitarfélagsins með fjármagnaðri aðgerðaáætlun. Undir liðnum íþróttir og tómstundir þar bendum við á að fyrir liggi viljayfirlýsing uppbyggingu fjölnota íþróttahús sem myndi leysa skort á aðstöðu fyrir hinar ýmsu íþróttagreinar en þó sérstaklega knattspyrnu. Verkefnið spennandi en ófjármagnað af hálfu bæjarins og ná þar breiðu samstarfi verkefnið þar með talið við Bolungarvík, atvinnulífið, KSÍ og ríkið. Og við uppbyggingu og viðhaldi íþróttamannvirkja verði farið eftir þarfagreiningu héraðssambandsins og hún endurskoðuð reglulega og skoða þarf að auka frístundastarf fyrir grunnskólabörn árið kring. Auk þess sem að endurskoða þarf almenningssamgöngur með tómstunda og íþróttastarf barna sérstaklega í huga. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Já, Kristján. Já, forseti, nú þarf ég að fara að muna að segja þetta. Ég talaði svo mikið en svo lítið svona á síðasta kjörtímabili, þannig að ég ætla að notfæra með það næstu 4 árin. En aftur forseti og bæjarfulltrúar, ég vil byrja á því að óska forseta til hamingju með að vera forseti. Þetta bara mjög skemmtilegt og þú vilt ekkert af áhyggjur af þessu. Taktu bara þinn tími í þetta og ekkert af áhyggjur af þessu. En hér erum við að ræða stefnuskrá meirihluta bæjarstjórnar sem bara, það margt mjög gott í henni, en það stefnuskrár alla flokka í bænum mjög svipaðar fyrir kosningar. En hún að mörgu leyti mjög almenns eðlis, ekki farið djúpt í hvernig að ná fram mikilvægum þáttum, en það einhverju leyti eðlilegt að stefnunni fylgi ekki ítarleg aðgerðaáætlun að svo stöddu. Ég tek undir mikilvægt þess að sett verið skýr fjárhagsleg markmið skuldahlutfall, launahlutfall og veltu fyrir rekstri og verið fróðlegt að sjá hver þau hlutföll verða og hvernig meirihlutinn hyggst ná þeim hlutföllum. Það ekkert minnst á eignasafn Ísafjarðarbæjar í þessum máli eða hvað að gera við þau, en auðvitað hefur það áhrif á skuldahlutfallið. Við í Framsókn fögnum því að stofnað verið vinnuhópum möguleika á heimastjórnum, þar sem við leidtum þann vagn í kosningabaráttunni og töluðum mikið og lengi það og teljum það mikilvægt verkefni og fögnum því að það verið settur á stýrihópur það eða vinnuhópur. Ég sakna þess að ég ekki tala aðeins meira stafræna þróun í framtíðin og stafræna ferla og hvernig þetta nýta þá í meðhöllun. Við veit að við höfum verið að byrja á þessu og sé ágætt að hafa það, hefði verið gaman að hafa það í stefnuskránni. Sérstaklega sem fjölkjörna sveitarfélag mikilvægt að við séum leiðandi í stafrænum ferlum og við tökum þeim virka þátt í þessu verkefni á sveitarfélagunum, í samtökum íslensku sveitarfélag stafræn verkefni. Það ekkert minnst á orkumál Vestfjarða í stefnuskránni eða áherslur á þeim í ríkið, það gaman að hafa það með eins og fiskeldið. Einnig hefði ég persónulega viljað kveða fastar orðið við sameiningu sveitarfélag. Ég held að sveitarfélagin við djúp skuldi íbúum það að draga fram kosti, galla, tækifæri og ógnanir við að sameinast og sína íbúðana svart og hvítu hvað það myndi þýða. Ég tel að öðru kosti sé erfitt að ræða þetta við íbúðana, hvað sameining þýðir, ef við getum ekki koma okkur saman að taka þetta allavega saman við sveitarfélaginu. Og Ísafjarðarbær ætti að vera drífandi í þessu verkefni. Við fögnum því að bætt íþróttaaðstaða sé á málefnisskrá, þá sérstaklega tekið fram að knattspyrnuaðstaðan sem hefur ekki verið bætt í síðustu 20 árin og Framsókn fagnar því
Með fullnaðar ákvörðun mála samkvæmt 8. grein samþykkta stjórn Ísafjarðarbæjar og fundasköp bæjarstjórnar. Orðið er laust. Nei, það hefur enginn kveðið ljós, þannig að ég ber þetta upp. Eru þið samþykk? Já, það er 9-0 hér. 7. mál á dagskrá, það eru dagsetningar bæjarstjórnarfundar. Tillaga forseta að dagsetningum bæjarstjórnarfundar september Óskar Jónsdóttir, sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs. Minnisblaði dagsett 27. maí 2022 og er hér í fylgiskjölum. Vill einhver taka til máls? Já, Kristján, gjörðu svo vel. Frú forseti, það er fulltrúar. Ég geri ráð fyrir að á listan vanti þarna 16. júní núna, þessi bara þá eftir sumafrí sem er verið að taka fram þarna. Og ég hefði viljað velta upp möguleika að koma með breytingartillögu á einum fundi. Það er þannig að 5. apríl, miðvikudagur 5. apríl sem er gert ráð fyrir að sé færður er miðvikudagurinn fyrir páska, fyrir skírdag. Þar er nú sennilega bæjarstjóri svolítið upptekinn við setningu skíðaviku og ykkur er að kynna sprettgöngu og fólk er svona ýmist að það eru 5 fimmtudagar í mars. Þannig að það koma 3 vikur ykkur staðar hérna á því. Ef við myndum færa þennan fund 5. apríl bara til 30. mars, þá bara færum við 3 vikur, skilur það koma ekki 3 vikur í mars heldur í apríl og höldum svo næsta fund bara 18. Þannig að breytingartillaga mín er að við færum þann fund 5. apríl til 30. mars. Ég held að það bara sé okkur öllum til góða með að við stressi sem er í Dymbluvíkunni. Ég legg þá fram þessa breytingarlegu. Takk. Já, þá ber ég þessa tillögu upp með breytingu sem fyrst breytingartillögu. Já, fyrst orðið er laust, já. Afsakið. Nei, það er enginn. Þá ber ég upp breytingartillögu frá Kristjáni það að færa fyrirhugaðan fund 5. apríl til 30. mars. Vinsamlega skefið mér merki ef þið eru samþykkt þessu. Já, það er 9-0. Og þá með þessari breytingu þá ber ég upp tillögu, eða ekki? Heildartillöguna. Jú, með þeim breytingum sem við erum, já, akkurat. Það er allir samþykki. 9-0. 7. mál á dagskrá, það er ráðning bæjarstjóra. Tillaga forseta ráðningu Örnu Láru Jónsdóttur sem bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar. Jafnframt er hér lagður fram til samþykktar ráðningarsamningur. Ég ætla að leggja það til að við tökum þetta bara saman, en orðið er laust. Það hefur enginn þessi ljós, þannig að þá, samningin, semst að ráðningu, að ráða Örnu Láru og samningin. Þetta eru 2 mál í rauninni. Já, ok, þá vinsamlega skefið mér merki. Nei, jú, ég held að þið, já, afsakið. Já, gjör svo vel, Kristján. Já, ok.
Nei, Kristján ætlar ekki að koma strax, heldur Gylfi. Já, takk. Já, það kannski aðeins að ég komi bara upp og fylgi þessu máli aðeins úr hlaði því að því að forseti bæjarstjórnar sé á ráðningarsamningnum að þá kom ég að undirbúningi samningsins. Hann í öllum atriðum sá hinn sami og síðasti bæjarstjóri fékk eða var með, búið að uppfæra vísitölutengdar greiðslur og búið að uppfæra vísitölutengdar greiðslur og gera smávægilega breytingar á ákvæðinu biðlaunaréttinn til áréttingar hvað raunverulega er átt við með því. Þannig að það eru orðalagsbreytingar í biðlaunagreininni sem við teljum að séu talsvert skýrari heldur en fyrri ákvæði. Öðru leyti er þetta efnislega það sama. Þannig að ég er bara mjög ánægður með að fá Örnu Láru til starfa sem bæjarstjóri. Við gerum ráð fyrir í þessum samningi að hún taki til starfa frá með morgundeginum og hlakka til samstarfsins. Kristján, gjörðu svo vel. Já, ég gerir passlega ráð fyrir að Arna verði ráðinn hér í dag, þannig að þá ætla ég óska henni til hamingju með starfið. Það verður sennilega flókið og vandasamt verk að vera í senn bæjarstjóri og bæjarfulltrúi, bæði gagnvart starfsfólki Ísafjarðarbæjar sem mun þá alltaf tala beint við pólitíkusinn sem og yfirmann sinn. Það nú mann sennilega vanda sig í verkum þar. Einnig verður fróðlegt að sjá hvernig samstarf bæjarstjóra og bæjarfulltrúa minnihluta verður á kjörtímabilinu. Það mun líklega spilast á báða aðila að framganga þess samstarfs og samtals verði gott og við í Framsókn vonumst eftir góðu samstarfi og góðu samtali á kjörtímabilinu. En aftur til hamingju með starfið. Eru fleiri? Já, Jóhann Birkir. Ég ætlaði nú að kíkja á samninginn en get ekki opnað, hvorki tölvunni símanum. Það er eitthvað vesen á mér. En ég ætlaði bara að koma með fyrirspurn. Sem sagt bæjarstjóri einnig bæjarfulltrúi og á launum sem bæjarfulltrúi samhliða launum sem bæjarstjóri til að mynda á þessum fundi og þá færum þá greitt fundarlaun. Það var nú eina sem ég ætla að koma fram. Ef svo er ekki áværi kannski ágætt að það komi fram bara í samningnum að þetta séu heildarlaun og fá ekki nefndarlaun eins og aðrir starfsmenn bæjarins fá ekki nefndarlaun í vinnutíma. Takk. Já, takk fyrir þetta. Gylfi, gjörðu svo vel. Það er ekki gert ráð fyrir að sérstakar greiðslur komi fyrir nefndarsetu til viðbótar við þau laun sem tilgreind eru í ráðningarsamningnum. Steinunn, gjörðu svo vel. Frú forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég ætla nú, fyrst við sitjum þannig að meina, þá ég held að sé svona maður eiga að koma oftar upp. Ég ætla nú bara að óska Örnu til hamingju. Náttúrulega fyrsti kvenmaður sem að gegna þessu starfi. Það sé bara frábært fyrir okkur að kvenskurungana. En annars hlakka ég bara til og ég held að við eigum alveg eftir að eiga gott samstarf eins og ég sagði áðan. Og ég má eftir að eflaust að rökraða en komast að sátt í mörgum málum. En ég hlakka bara til. Jóhann Birkir, gjörðu svo vel. Ég er náttúrulega að reyna að komast inn í forseti bæjarfulltrúar. Ég er að reyna að læra á þetta. Ég er náttúrulega að reyna að komast inn í fundargáttina og allt í patti. Þannig ég glemdi náttúrulega að óska Örnu Láru innilega til hamingju með starfi. Það var nú bara það sem ég ætlaði að segja. Takk.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo ekki, þá ætla ég að bera þetta upp tillögu forseta ráðningu Örnu Láru og jafnframt að leggja fram ráðningarsamninginn. Þið sem eru samþykk vinsamlegast gefið merki. Það eru þá 6 sem segja já. Þeir sem eru á móti, það er enginn, það eru 3 sem sitja hjá. Já, gjörðu svo vel. Já, þeir sem sitja hjá eru Kristján, Elísabet og Jóhann Birkir. Og Arna Lára hefur óskað eftir að taka til máls. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar tilheyrendur. Ég þakka ykkur kærlega fyrir traustið og ég vil bara árétta það að það er bara einn bæjarstjóri og hann vænti þess að eiga í mjög miklu samstarfi við alla bæjarfulltrúa sama í hvað flokki þeir standa og það veitir ekki af að við stöndum hérna öll saman. Það eru stór mál framöndan og við þurfum að nýta allt það afl sem við höfum yfir á ráða. Þannig að ég vænti mikils af góðu samstarfi við alla bæjarfulltrúa. Þá er það 8. mál á dagskrá, það er opinber heimsókn forseta Íslands. Það er lagt hér fram til kynningar minnisblaða Bryndísar Óskar Jónsdóttur, sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs, dagsett 27. maí 2022, vegna opinberar heimsóknar forseta Íslands til Ísafjarðarbæjar 7. og 8. júní næstkomandi. Þetta er lagt hérna fram til kynningar og ég vil hvetja ykkur kjörni fulltrúar að taka þátt í þessari móttöku. Orðið er laust. Það hefur engin óskað eftir að taka til máls, þannig að þetta er lagt hérna fram til kynningar. Við erum hérna með nokkrar afgreiðslur. 9. mál á dagskrá á Hótel í Firði í Önundarfirði, nýtt deiliskipulag á svæði F37 undir frístundahús. Það er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 584 sem framfór 11. maí síðastliðinn að bæjarstjórn heimili deiliskipulagsvinnu í landi Hóls í Firði vegna lóðarinnar Bakka. Orðið er laust. Það hefur enginn orðið og þá ber ég tillöguna upp. Þeir sem eru samþykkir þessu, það er 9-0. Þá er það mál nr. 10, það er Hafnarbakki 1, umsókn lóð. Það er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 584 sem framfór 11. maí 2022 að bæjarstjórn samþykki að Ómar Ingi Eggertsson fái lóðina við Hafnarbakka 1 á Flateyri samkvæmt umsókn með þeim reglum sem í gildi eru og settar kunna verða. Lóðarumsókn fellur úr gildi hafi framkvæmdir ekki hafist innan 12 mánaða frá úthlutun. Orðið er laust. Þá ber ég þetta upp til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykki gefið merki og það er 9-0. 11. mál Fjarðargata 12 Þingeyri, umsókn lóð. Það er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 584 sem fór fram 11. maí 2022 að bæjarstjórn samþykki að Þórbergur Steinn Leifsson fyrir hönd sjóbátaleigunar fái lóðina við Fjarðargötu 12 Þingeyri samkvæmt umsókn með þeim reglum sem í gildi eru og settar kunna verða. Lóðarumsókn fellur úr gildi hafi framkvæmd ekki hafist innan 12 mánaða frá úthlutun. Og orðið er laust. Þá ber ég þessa tillögu upp og þeir sem eru samþykkir vinsamlega skifið merki. Það er 9-0, þetta er samþykkt. 12. mál. Það er ósk óverulega breytingu á aðalskipulagi vegna strenglagna í Arnarfirði. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar sem fór fram 13. apríl, þetta var fundi nr. 582.
að bæjarstjórn samþykki meðfylgjandi aðalskipulagsbreytingu í samræmi við 2. málsgrein Þá miðar Landsnet ennþá við helgunarsvæði jarðstrengja. Það 10 metrar, það 3 metra öryggissvæði og svo 3,5 metra athafnasvæði til hvorrar hliðar. Og Landsnet hefur ekki enn sett sér viðmið helgunarsvæði sæstrengja. Hins vegar í vinnslu strandsvæðisskipulag eins og við erum búin að ræða nokkur sinnum á þessum fundi. En það ennþá í vinnslu og það til umræðu að gera helgunarsvæði fyrir sæstrengi. En það er ekki komið sem lög eða reglur, þannig að við getum ekki tekið til þess. Þannig ég held að okkur sé allavega mælir ekkert gegn því að við samþykkjum þessa breytingu á aðalskipulagi þegar reglurnar eins og þeir eru í dag segja nákvæmlega til það hvernig þetta á að vera. Og Landsnet talar einnig að þeir ætli koma til álita að miða helgunarsvæði sæstrengja við sömu breytt og gildi fjarskiptastrengi, en þeir hafa ekki ennþá tekið ákvörðun það. Þannig að ég sé ekki að við getum tekið ákvörðun eitthvað sem að Landsnet eða strandsvæðisskipulag ekki búið að taka ákvörðun að gera. Þannig að ég mun samþykkja þessa óverulegu breytingu. Takk. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Nei, þá ber ég þessa tillögu upp hvort að bæjarstjórn samþykki með óverulega breytingu á aðalskipulagi og þeir sem eru sammála gefa merki og þetta er samþykkt 9-0. Þá er 13. mál, það er lögð fram til kynningar fundargerð númer 1198 frá fundi bæjarráðs, en fundurinn var haldinn 9. maí 2022. Fundargerðin er í 17 liðum, orðið er laust. Og það er enginn sem að kveða sér hljóðs, þannig að hún er lögð fram. Þá er það og þá er það 14. liður, það er hafnarstjórn, lögði fram til kynningar fundargerð númer 231 frá fundi hafnarstjórnar en hann var haldinn 13. maí 2022. Fundargerðin er í 4 liðum og hún er lögð hérna fram. Orðið er laust. Þá er hún lögð fram og númer 15, það er lögð fram til kynningar fundargerð númer 584 frá skipulags- og mannvirkjanefnd, en fundurinn var haldinn 11. maí 2022. Fundargerðin er í 12 liðum. Orðið er laust. Það hefur enginn beðið orðið, þannig hún er lögð hér fram. Þá er það 16. dagskrárliður. Það er lögð fram til kynningar fundargerð 120. fundar umhverfis- og framkvæmdanefndar, en fundurinn var haldinn 7. maí 2022 og fundargerðin er í 6 liðum. Orðið er laust. Það er enginn sem að kveða sér hljóðs, þannig að hún er lögð fram. Síðasti liður á þessu fundi er fundargerð 463. fundar velferðarnefndar, en hann var haldinn 5. maí 2022. Fundargerðin er í 3 liðum. Orðið er laust. Og það er enginn sem að kveða sér hljóðs, þannig að hún er lögð fram. Þá erum við komin á lokum og við bara förum að slíta hérna fundi með hamrinum góða, og fundi er hér slitið. Klukkan er 18:34.